Hér á eftir fylgir kennslumyndband frá 2016 fyrir umsóknareyðublað í flokknum nám og þjálfun. Athugið að oftast verða smávægilegar breytingar á umsóknareyðublaðinu milli ára en í öllum meginatriðum gilda þessar leiðbeiningar sem eru hér í myndbandinu. Einnig er hægt að skoða nýjustu umsóknareyðublöð með skriflegum leiðbeiningum á íslensku fyrir hvert skólastig á heimasíðunni erasmusplus.is. Ef einhverjar spurningar vakna, hvetjum við ykkur til að hafa samband við verkefnisstjóra ykkar skólastigs. Landsskrifstofan vekur athygli á eftirfarandi breytingum í umsóknareyðublaði ársins 2017. Fyrst er að nefna nýtt atriði sem heitir viðbótarferðastyrkur og það er viðbótarstyrkur vegna ferða innanlands til og frá fjarlægari svæðum. Ef áætlaður ferðakostnaður innanlands er hærri en 225 evrur getur þátttakandi sótt viðbótarferðastyrk að upphæð 180 evrur. Landsskrifstofa hefur sett fjarlægðarviðmið innanlands sem er þannig að stofnanir sem staðsettar eru á landinu utan við Selfoss annars vegar og hins vegar utar en Borgarnes geta sótt viðbótarferðastyrk. Ef þátttakandi er einnig að ferðast til og frá afskekktari svæðum í móttökulandi og ferðakostnaður er hærri en 225 evrur, má líka sækja sama viðbótarferðastyrk þar. Þá þarf að sýna fram á að raunkostnaður sé umfram 225 evrur og geta framvísað gögnum þar Athugið að það verður að sækja þetta sérstaklega í umsókn undir fjárhagsliðnum J budget top up og ég sýni ykkur það hér rétt á eftir hvar það er. Athugið einnig að með tilkomi viðbótarferðastyrks fellur ákvæði outermost regions undir exceptional costs niður í fjárhagsáætlun. Hér sjáið þið mynd af J-lið umsóknar sem er fjárhagsáætlunin budget og hann hefur breyst eilítið vegna þess að viðbótarferðastyrkurinn, hann er komin hér inn, það er merkt með gulu, hér reitirnir þar sem að þið sækið aukalega þann styrk. Og hér er önnur breyting, tungumála undirbúningur nemenda. Í kafla J3, Linguistic Support í umsókninni, er fjallað tungumála undirbúning nemenda. Núna hefur reglum verið breytt þannig að 2017 skulu allir sem dvelja 19 daga eða lengur taka þátt í tungumálakönnun en ekki lengur miðað við 30 daga eins og áður. Og að lokum vill Landsskrifstofan minna sérstaklega á umsóknarfrestinn 2017 en hann rennur út 2. febrúar klukkan 11 að morgni að íslenskum tíma og Landsskrifstofa hvetur umsækjendur eindregið til að skila umsóknum tímanlega því að stundum geta komið upp einhverjir tæknilegir örðugleikar sem erfitt er að eiga við á síðustu stundu. Gangi ykkur vel. Komiði sæl. Ég heiti Margrét Jóhannsdóttir og er verkefnisstjóri í starfsmyndahluta Erasmus Plus áætlunarinnar hjá Rannís. Ég mun hér leiða ykkur í gegnum þessa kynningu það hvernig á að fylla út umsókn í Erasmus Plus í flokki 1 nám og þjálfun í starfsmenntun. Ég mun fara yfir umsóknareyðublaðið lið fyrir lið. Þið sækið umsóknareyðublaðið á heimasíðu erasmusplus.is. Það er mjög mikilvægt að vista eyðublaðið á tölvunni ykkar áður en þið byrjið að vinna í því. Gott er að skýra skjalið með nafni sendi munið. Munið líka að vista umsóknar reglulega þegar þið eru að vinna í henni. Byrjum á því að skoða að þið séð örugglega með rétt umsóknarform fyrir nám og þjálfun á sviði starfsmenntunar. Þetta er skráð hér efst í hægra horninu. Þetta er application form fyrir 2016, KA1 sem stendur fyrir flokk 1, Learning Mobility of Individuals, Vet Learner and Staff Mobility. Þetta er rétt eyðublað fyrir umsóknir í nám og þjálfun starfsmenntun fyrir árið 2016. Umsókninni er skipt upp í nokkra kafla eins og skýrt er hér í byrjun formsins, það er undir General Information. Við sjáum að það er
kafli þá stofnanir sem taka þátt í verkefninu, það lýsing á verkefninu, það fjárhagskafli, það svona minnislisti sem að þið skoði þegar þið að verða búin til að vera vissum að hafa ekki gleymt neinu, og það síðan svona kafli þar sem hægt að setja með þau viðhengi sem eiga að fylgja umsókninni og síðan í lokin leiðbeiningar það hvernig þið eigið að senda inn umsóknina rafrænt. En skoðum aðeins formið sjálft. Þið sjáið að í gráu reitunum getum við ekki skrifað og upplýsingarnar sem þar koma í rauninni inn sjálfar. Í bláu reitina þá ýmist skrifum við texta eða veljum af vallistum. Þeir reitir sem auðkenndir með rauðum ramma þarf að fylla út. Hér í kafla B, kontekst, að þá að mestu forskráðar upplýsingar verkefnið. Það upplýsingar að þetta sé verkefni í Erasmus+, að þetta sé Learning Mobility of Individuals og þetta sé sem sagt hvaða tegund verkefnisins að ræða og þetta sé á sviði starfsmenntunar, það Wet Learning and Staff Mobility fyrir 2016. Takið eftir að hér forskráð umsóknarfrestur fyrir þessar umsóknir. Það 2. febrúar 2016. Hér stendur klukkan 12 en athugið að það tíminn miðað við Brussel. Á íslenskum tíma þá rennur umsóknarfresturinn út 2. febrúar 2016 klukkan 11. Það eina sem við getum gert í þessum fyrsta kafla að velja það tungumál sem á að skrifa umsóknina og hér sjáið þið að það listi tungumála og ég hef valið Icelandic sem þýðir það að ég ætla að skrifa í rauninni umsóknina á íslensku þrátt fyrir það að formið sé á ensku. Þetta leyfilegt en að sjálfsögum að auðvitað skrifa umsóknina líka á ensku fyrir þá sem það vilja. Í kafla B1 Project Identification skrifu upplýsingar heiti verkefnisins og ef að það eru eitthvað stytt nafn á verkefninu þá það sett inn hér. Það mjög algengt að með noti styttir nafn fyrir verkefni. Hér kemur fram að verkefni geta byrjað 1. júní 2016 og þessar upplýsingar fastar inni þannig þeim breytum við ekki en verkefni getur varað í 12 til 24 mánuði og þá veljum við það hér út af fellilista hversu langt verkefni við viljum vera að sækja Hér hefur valið 24 mánuði og þá endar verkefni 31. maí 2018. Hér sjáum við að það grár reitur við Applicant Organization sem þýðir það að við getum ekki skrifað í hann. En þegar nafn umsækjandans hefur verið skráð aðeins einn í umsókninni þá kemur nafnið hér sjálfkrafa inn. Ég vil benda ykkur á hérna í neðst á síðunni takkans sem stendur Validate. Þetta nappur sem eins konar tékk-nappur ef maður getur sagt sem svo. Þannig að ef maður smellir á Validate nappan þóttu látin vita ef ekki búið að fylla inn í alla reiti sem nauðsynlegt að fylla inn í. Þess vegna ágætt að smella Validate takkan í lok hverrar blaðsíðu. Í B2 þið beðin að velja af fellilista þá landskrifstofu sem við á, sem í okkar tilfelli íslenska landskrifstofan. Hún IS01 Ísland, við sjáum það fellilistanum að hér eru ýmsu landskrifstofu merktar og við þurfum að merkja við að þessi íslenska landskrifstofan sem taki við þessari umsókn. Kafli C fjallar samstarfsaðila verkefnisins. Fyrst þurfa að fylla inn upplýsingar umsækjandan. Það ykkur sem að skrifa umsóknina. Til þess að geta sótt styrk í Erasmus+ þurfa stofnanir að hafa svokölluð PIC-númer. Og hafir þú ekki þegar fengið PIC-númer þarftu að byrja því að skrá stofnunina en leiðbeiningum skráningu á PIC-númerum á heimasíðu Erasmus+. Við reiknum með því að þú hafir nú þegar fengið PIC-númer og það skráð hér. Sjáuð hérna, hér stendur PIC og ég ætla að skrá hérna PIC-númer fyrir pröfustofnun sem við höfum, sem við skráðum til að geta notað svona til sem pröfu og þá skrá ég númerið 947. Sjáuð þeir búin að skrá númerið
og ýti hérna check pick, þá koma detta inn upplýsingar þessa stofnun. Þetta bara einhver prufa sem við byggum til að sýna fram á hvernig þetta virkar. Við sjáum hér að það ennþá blái reitir í upplýsingum stofnun umsækjandan og þið getið bætt við upplýsingum þar ef þið viljið. Sjáum að það ennþá blár reitur hérna fyrir e-mail adressu og auðvitað nauðsynlegt að skrifa inn tölvupóstfang hjá viðkomandi stofnun. Einnig þarf að segja að velja af fellilista hvaða tegund eða hvers konar stofnun að ræða og síðan einnig þurfum við að skrá inn fjölda starfsfólks hjá stofnunni og fjölda nemenda. Í kafla C1.2 spurt konsortium en það köllum við samstarfsnet sem samstarfsvettvangur að minnstakosti 3 aðila sem sækja sameiginlega. Ef þú ert að sækja fyrir samstarfsnet þá velur þú hér já, annars og í langflestum tilfellum þá velur þú nei. Í C1.3 skaltu leggja áherslu á að kynna skólann með stofnunina og þá sérstaklega þann hluta eða þær deildir sem umsóknin á við. Einnig mikilvægt að skýra frá reynslu stofnunarinnar og því fólki sem mun sjá skipulag og framkvæmd verkefnisins. Þeir skulu lýsa skólanum eða stofnuninni í stuttu máli og hvaða starfsemi og reynslu hún hefur á því sviði sem þessi umsókn fjallar Athuga að fjalla hér þau svið sem eiga við í umsókninni og einnig að segja frá því ef stofnunin hefur tekið þátt í svipuðum verkefnum áður. Síðan skuluð þið fjalla færni og sérkunnáttu lykil starfsmanna eða þeir einstaklingar sem koma að verkefninu, leggja áherslu á verkefnisstjórann og einnig ef að fleiri aðilar koma að verkefninu, til dæmis fagstjórar. Því að það styrkir verkefnin ef það stærri hópun sem kemur að því að stjórna og framkvæma verkefnin. Hér einnig spurt það hvort þið hafið sótt eða fengið styrk frá Evrópusambandinu á undanförnum 12 mánuðum og ef svo þá segið þetta já og síðan þá setjið upplýsingar þau verkefni hér í listan fyrir neðan. Hérna sjáum við pluss og mínus sem þýðir það að þið getið bætt við línum eins og þarf. Legal representative ábyrgðar aðili stýristofnunar eða umsækjanda. Viðkomandi þarf að hafa heimild til að skuldbinda stofnunina fjárhagslega, venjulega skólameistari, forstöðumaður, framkvæmdastjóri eða sambærilegt og hér setjum við upplýsingar viðkomanda, hérna hvað menn vilja setja inn titil og kyn, nafnið og hvaða deild viðkomandi tilheyrir. Hvaða stöðu hann hefur, eins og hér skólastjóri, tölvupóstfang hjá viðkomandi og sími. Og contact person tengileiður viðkomandi verkefnis, hann verkefnisstjórinn og öll skilaboð samskipti vegna verkefnisins sendi á þennan aðila. Þið setið sem sagt hérna inn upplýsingar tengilið verkefnisins eða verkefnisstjóran en takið eftir hér neðstu línunni stendur OLS contact person. Þetta snýr að tungumálahluta verkefnana og því að þeir sem dvelja lengur en 1 mánuð skulu gangast undir könnun tungumálakunnáttu og þeir hafa möguleika á að fá rafrænt tungumálanámskeið. Nauðsynlegt að einhver sé skráður sem þessi tengileiður. Í flestum tilfellum það verkefnisstjórinn sjálfur en ef ekki má bæta við tengilið sem hefur þetta hlutverk. Og þá við komin að kaflanum partner organizations eða samstarfsaðilum umsækjanda í verkefninu. Í verkefnum á sviði starfsmenntunar nauðsynlegt að skrá að minnstakosti 1 samstarfsaðila. Það sama á við þá og umsækjandan, það að viðkomandi verður að hafa pikknúmer. Þið þurfið því að fá upplýsingar pikknúmer samstarfsaðila. Ekki vera á síðustu stundum með þetta. Stundum hafa þeir ekki pikknúmer og þurfa skráðu og það getur tekið smávegis tíma að fá þau. Annars fyllið inn í reitina upplýsingar samstarfsaðila samkvæmt forminu. Hafið í huga að setja inn upplýsingar sem snúa að umsókninni. Góðir samstarfsaðilar að sjálfsögðu grundvöllur góðs verkefnis og ykkar að sýna fram á mikilvægi þeirra. Samkvæmt reglum 1 samstarfsaðili lágmarkskrafa. Það gátt að hafa fleiri
og best að vera komið samstarfsaðila fyrir sem flestar ferðir verkefnisins. Ekki krafa að viðkomandi skili staðfestingu vilja til samstarfs í þessum flokki verkefna nema sé að ræða samstarfsaðila í samstarfsneti eða konsortía. Við sjáum í forminu beðið samskonar upplýsingar samstarfsaðila eins og beðið var umsækjanda hér að framan. Þið þurfið að setja inn upplýsingar hvers konar stofnun að ræða og stærð fjölda starfsmanna og nemenda, svolítið þeirra sérþekkingu, þurfið að lýsa samstarfsaðilum í stuttu máli, hvaða starfsemi og reynslu hefur samstarfsaðilinn á þeim sviðum sem umsóknin fjallar og fjalla aðeins færni og sérkunnáttu reyndra starfsmanna eða lykilstarfsmanna hjá viðkomandi stofnun. Einnig þarf að skrá legal representative og tengilið hjá viðkomandi samstarfsaðila. Ef þið ætla að bæta við samstarfsaðilum þá hér í lokin hnappur sem heitir Add Partner og þið getið bætt við eins og þarf. Og þá við komin að kaflanum sem heitir European Development Plan. Í Erasmus Plus lögð áherslu á það að verkefni sem unnin styrki starfsemi viðkomandi skóla og stofnunar og þeir sem taka þátt í verkefnunum hafi markað sér stefnu evrópskt samstarf. Það mikilvægt að sýna fram á og útskýra stefnu skólans eða stofnunarinnar varðandi erlent samstarf í umsókninni. Passið að lesa vel spurningarnar og svara þeim. Áhersla lögð á þarfir og áætlanir nýtingu niðurstaðna verkefnisins. Ef við skoðum aðeins formið, þá spurt hverjar séu þarfir skólans með tilliti til gæðaþróunar og alþjóðavæðingar, beðið að skýra áætlanir stofnunarinnar evrópskt samstarf og samskipti á sviði náms og þjálfunar og skýrið hvernig þetta verkefni mun efla eða mæta þörfum skólans eða stofnunarinnar sem kynntar í svarinu hér fyrir ofan og hvernig mun skólinn eða stofnunin nýta þá þekking og reynslu sem starfsmenn munu öðlast í ferðum sem skipulagðar í verkefnum við stefnumótun og starf innan skólans stofnunarinnar í framtíðinni. Og þá komið að því að lýsa verkefninu í kaflanum Description of the Project. Hvað á að gera og hver markmiðin? Og það gott á þessu stigi að gefa almennt yfirlit verkefnið þannig að sá sem les hann skilji strax út á hvað verkefni gengur. Hér verið að spyrja samstarfsaðilana. En góðir samstarfsaðilar grundvöllur að góðu verkefni. Passið að svara spurningunni og skýra hvernig samstarfsaðilir þínir urðu fyrir valinu, hver sé þeirra reynsla á hæfni og hvað þeir munu koma með inn í verkefnið. Einnig þarf að skýra hvernig verkefnið gagnast þeim og markmiðum þeirra. Stundum gert ráð fyrir samstarfi við fleiri aðila en skráðir voru í kaflanum samstarfsaðila hérna framan og voru með pikknúmer. Ef áætlanir samstarf við fleiri aðila, til dæmis lítil fyrirtæki sem ekki hafa skráð pikknúmer, gott að skýra frá þeim hér og að gera að lýsa viðkomandi, þekkingu þeirra, reynslu og svo framvegis. Hér líka spurt helstu efnisatriði umsóknarinnar. Það eru topics og þetta valið af fellilista. Sjáið að hér fellilisti sem hægt að velja af. Hér hefur verið valið agriculture eða landbúnaður og energy and resources og hægt að bæta við hérna á plústakkanum eða hætta við eða taka út aftur en aðeins hægt að velja 3 efnisatriði hér í þessum kafla. Þá komið að þáttakendum verkefnisins, það Participants Profile. Það þeir sem munu fara í ferðirnar. Hér ekki verið að biðja ákveðin nöfn eða einstaklinga, heldur tegund ef hægt að segja sem svo. Fyrir hvert verkefni eða activity í umsókninni ber hér að lýsa bakgrunni og þörfum þáttakanda og hvernig þeir voru valdir eða verða valdir. Til að skýra þetta aðeins nánar hægt að taka dæmi af umsókn þar sem reiknað með ferð kennara til dæmis snyrtifræðabrautar til Danmerkur þar sem þau ætla að kynna sér nýjar umhverfisvænar aðferðir. Í umsókninni einnig sótt fyrir hóp nemenda í rafiðnaðargreinum sem á 3. ári og einstaka nemendur á hönnunarbraut sem að fara í starfsþjálfun til ýmissa landa. Í umsókninni ber einnig að skýra
hverjir þetta eru, bakgrunni, þörfum og hvernig þáttakendur verða valdir. Eins þarf fyrir hvert verkefni eða activity að skýra hvaða færni, það er þekkingu, hæfileika og viðhorf eða hegðun þáttakendur munu öðlast eða efla með dvölinni. Það er einnig afar mikilvægt að allar ferðir sem farnar eru séu staðfestar og metnar. Ferðir nemenda þurfa að vera metnar sem hluti af þeirra námi. Það er eindregið mælt með því að nota þau verkfæri sem þróuð hafa verið á Evrópuvísu til að meta dvöl. Í Erasmus Plus verkefnum erum við að tala Europass starfsmenntavegabrifið sem hér valið af listanum og heitir Europass Mobility Document. Sjáum hér. Eins og þið sjáu þá er möguleiki að velja meira en eina línu hér með plúsnum. Og annar möguleiki sem margir nota er Eqvet, en þeir sem ætla að nota Eqvet nota líka Europass Mobility Document en bæta við Eqvet sem við köllum einingakerfi í starfsmenntun. Þetta gefur mér tækifæri til þess að benda aðeins betur á Eqvet einingakerfi í starfsmenntun en venjulega ber það vott gæði framkvæmda verkefna að nota þau verkfæri sem Eqvet býður upp á. Í því felst einnig að fylgst verður með ákveðnu ferli við mat af þeim lærdómi sem þátttakendur öðlast, til dæmis vinnustaðanám í öðru landi. Við mælum með því að minnsta kosti þeir sem að skrifa umsókn fyrir nemendur kynni sér vel Eqvet og nýti þau verkfæri við framkvæmd verkefna. Það er ekki krafa og mikið af fínum verkefnum ekki að nota Eqvet og margir nota Eqvet skjöl aðeins í hluta verkefna sinna og er það í fínu lagi. Í umsókninni skuluð þið láta vita ef þið notið Eqvet, en passi vel að nota það ekki í umsókninni nema þið hafi kynnt ykkur það vel og munið nýta það. Hér fyrir neðan kemur tækifæri til að útskýra ef þið notið innlend kerfi til þess að staðfesta dvöl og lærdóm og í neðsta kassanum útskýrið þið val ykkar hér fyrir ofan. Kafli G snýr að undirbúningi verkefnanna. Ég hvet ykkur til að lesa vel hverja spurningu og svara þeim eins og þeim er stillt upp. Þar sem að í flestum tilfellum innifela umsóknir mörg og nokkuð mismunandi verkefni eða ferðir þar sem kallast activities í umsókninni, skulið þið reyna eins og þið getið að virða þá beiðni að vera skipulögð og útskýra fyrirkomulag hvers verkefnis eða activity. Hér ber að skýra hvernig praktískum atriðum við framkvæmd verður háttað, til dæmis hvernig verða ferðir skipulagðar, gisting, tryggingar, öryggi og vernd þáttakenda, stuðningur, eftirfylgni, undirbúningsfundir og svo framvegis. Í kafla G2 þarf að skýra project management eða hvernig stjórnun verkefnisins verður háttað. Takið eftir áherslunni sem lögð er á gæði við framkvæmd verkefnisins. Hvernig verða gæði verkefnisins og einstakra ferða tryggð? Hvað verður gert til að tryggja gæðin? Hér er átt við fyrirkomulag á samskiptum við samstarfsaðila og gerð samninga eða samstarfsyfirlýsinga við þá, til dæmis með memorandum of understanding. Einnig er nauðsynlegt að undirbúa alltaf dvöl þáttakanda vel og útbúa skjöl sem skýra hlutverk hvers aðili í verkefninu, hvað þáttakandinn á að gera, læra og svo framvegis, en þetta er gert til dæmis með því útbúa samkomulag þjálfun eða learning agreement. Og þá er spurt að undirbúningi þáttakanda. Hvernig undirbúningur verður í boði fyrir þáttakandur, til dæmis faglegur, menningarlegur, tungumálundirbúningur, einnig varðandi öryggi þáttakanda og forvarnir. Og síðan hver er það sem mun sjá að undirbúa þáttakandurnar. Í kafla H, Main Activities, er áherslan á þær ferðir sem skipulagðar verða innan verkefnisins. Fyrst er óskað eftir því að þeim sé lýst í tímaröð og ef við á skaltu lýsa hlutverki hvers samstarfsaðila í hverju verkefni eða hverri ferð. Næst er spurt samstarf og samskipti við samstarfsaðila og aðra sem koma að verkefninu. Og svo hvernig þáttakendum er fylgt eftir í ferðinni og hvernig fylgst verður með framkvæmd, árangri og framförum. Og hér eru þið beðin að útskýra þörfina fyrir fylgdarmenn, það er þegar sótt er styrk fyrir fylgdarmenn. Athugið að ekki reikna með að fylgdarmönnum nema þáttakendur séu fatlaðir einstaklingar eða fólk sem nauðsynlega þarf á stuðningi að halda af öðrum ástæðum.
Ekki er hægt að sækja til dæmis fyrir kennari sem fara með hefðbundnum nemendahópum undir þessum lið. Og þá er komið að skrá verkefni í umsókninni, það er ferðirnar sem á að fara í. Skoðum aðeins töflurnar. Við sjáum hér að fyrsta taflan hefur fengið númerið A1, sjáðu hérna, eða Activity númer 1. En næst veljum við tegund verkefnisins tegund verkefnis eða ferðar og skoðum aðeins hvað er í boði. Sjáum að í boði er Staff Training Abroad, en það stendur fyrir heimsóknir og starfsþjálfun starfsfólks til samstarfsaðila. Síðan er í boði Teaching Training Assignments, en það er gestakennsla, og athugið að hér er átt við það að kennarar skólans séu fara til samstarfsaðila til að kenna hjá þeim. En einnig er núna mögulegt að fá sérfræðinga fyrirtækja frá öðrum löndum til að koma og kenna hér. Fyrir nemendur er það sem heitir Vet Learner Traineeship in Companies Abroad og er þá að ræða starfsþjálfun sem á sér stað í fyrirtækjum, og síðan er það flokkurinn sem heitir Vet Learner Traineeship in Vocational Institutes Abroad sem er starfsnám hjá skólum eða stofnunum á sviði starfsþjálfunar. Og við ætlum hér að velja núna í þetta dæmi ætlum við að velja Vet Learner Traineeship in Companies Abroad. Næsta spurningin í forminu kemur hér. Is this a long-term activity? Og hér sjáum við fellilistan með já og nei. Ef svarið er já, er að ræða ferðir sem taldar eru í mánuðum og eru lengri en 1 mánuður. Ef valið er no, er að ræða styttri ferðir. Síðan veljum við það sem heitir flow. En flow er ferð til ákveðins lands í ákveðin tíma, til dæmis er ferð til Spánar í 1 viku 1 flow og ferð til Spánar í 2 vikur annað flow. Og við sjáum hér að síðan næst er það hvaðan þáttakendur koma og hvert þeir eru að fara, og þá veljum við þau lönd sem við á í hvert sinn. Við erum að senda fólk frá Íslandi og í þessu dæmi eru þáttakendur að fara til Spánar. Næsti reitur er það sem heitir Distance Band og snýr að ferðastyrknum sem ákvarðast út frá lengd ferðarinnar eða svokölluð Distance Band. Miðað er við ferðalag frá upphafsstað til áfangastaðar og notuðu reiknivél sem þið finnið á heimasíðu Erasmus Plus til þess að ákvarða vegalengdina, til dæmis hvað er langt frá Reykjavík til Madrid. Hér höfum við valið Spán og fundið út að frá Ísland til Madrid eru 2889 km og við veljum þá fjarlægðina 2000 til 2999 km og skráum hér. En ef við lítum aðeins inn á vallistan þá sjáum við hérna að það er hægt að velja mislangar fjarlægðir af listanum. Og þá er að velja dvalarlengd. Og við veljum dvalarlengd miðað við þann tíma sem dvalið er hjá móttökustofnun, en mögulegt er að færa til viðbótar ferðadaga. Sjáum hérna er total duration, excluding travel days, og hér er hægt að bæta við 2 ferðadögum. Athugið alltaf total duration sem er hér, hérna, en styrkurinn miðast við þann dagafjölda. Næst er það að skrá fjölda farþega eða þáttakenda sem ætla að taka þátt í þessari ferð sem sagt frá Íslandi til Spánar og vera hér í 60 daga og 2 ferðadaga, og hér höfum við skráð 2 þáttakendur. Síðan áfram í töflunni er spurt hvort að það séu einhver af þessum þáttökum sem við skráðum hér séu með sérþarfir, eða hvort þeir séu nemar, eða hvort þeir standi einhver hluta vegna höllum fæti, eða séu fylgdarmenn. Og við setjum bara við þær upphæðir þann fjölda sem við á, en þið þurfa að athuga það þarf alltaf að skrá eitthvað í hvert kassa hér. Þannig ef ekki er þetta að ræða þá þurfum við að setja 0 inn. En þetta sjáum við að við erum búin að velja Vet Learner Traineeship in Companies Abroad sem væntanlega þýðir að við erum að tala nema, og þess vegna er ekki óeðlilegt að skrá 2 nema hér.
Í næstu töflu eða activity nr. 2, sjáum við hérna, þá höfum við valið dæmi sem dvöl nemenda í starfsmenntaskóla í Danmörku. Þetta Vet Learner Traineeship in Vocational Institutes Abroad og þetta ekki long-term activity, sem sagt undir 1 mánuð. Og við höfum sett inn hérna dæmi ferðir til Svíþjóðar og til Noregs. Og þá sjáum við að það koma mismunandi fjarlægðir hérna inn. Það lengra að fara til Svíþjóðar heldur en til Noregs. Þetta fer eftir hvar í Noregi verið að fara, en reiknum með Oslo til dæmis. Og hér höfum við valið að þessir nemendur þegar að dvelja í 19 daga hjá skólanum og þessir í 12 en fá að auki 2 ferðadaga. Það 5 þátttakendur hér og 3 hérna og svona fyllum við bara inn í töfluna eins og við á. Við höfum líka sett dæmi ferð starfsfólks eða staff training abroad hér í activity A3. Við reiknum með að viðkomandi sé að fara til Finnlands. Það séu á milli 2-3.000 kilometrar. Þessi ætlar ekki vera nema 2 daga og síðan 2 ferðadaga aukir, þess að vera 2 daga hjá stofnunin sem tekur á móti, geta að fá styrk í 4 daga og í þessa ferð ætla að fara 4 þáttakendur. Síðan sjáum hérna þessa takka add activity og remove activity. Þannig að þetta þeir takkar sem við notum til þess að bæta við svona flokkum af ferðum. Þessir plus og mínus takkar hérna inn í hverju töflu, þeir aftur til þess að bæta við línum. Til dæmis ef við hefðum viljað bæta við kennaraferð til Þýskalands, segjum sem svo. Við hættum við það að þá notum við mínustakkan til þess að eyða línunni aftur. Þeir eru búin að færa inn allar þær ferðir sem við áætlum í umsókninni, þá í lokin kemur upp þessi tabla hér sem svona yfirlit yfir allar þær ferðir sem við erum að sækja í þessari umsókn. Við sjáum hérna þessi staff training abroad, Vet Learner Trainees in Companies og in Vocational Institutes. Þetta 3 activity sem að ræða og hér kemur fjöldi þáttakenda í hverri tegundaferð og ef það hefði verið þáttakendur sem standa höllum fæti. Þið athugið að þessir reitir eru allir gráir, þannig hér getum við engu breytt. En ef við ætlum að breyta einhverju sem kemur fram hér, þá gerum við það í töflunum hér fyrir framan. Þá eru komin að kafla sem heitir follow-up og snýr að impact eða áhrifum og dissemination eða hvernig við ætlum að kynna niðurstöðu verkefnisins. Hvað varðar impact þá lögð mikil áhersla á það að verkefnin skilji eitthvað eftir sig, að þau hafi áhrif. Spurt áhrif fyrir þáttakendur, fyrir stofnanir sem koma að verkefninu og taka þátt í því, sem og markhópinn. Einnig spurt áhrif verkefnisins á aðra en beina þáttakendur, það hvort það hafi áhrif á nærsamfélagið innanlands eða í Evrópu, nú jafnvel á alþjóðavísu. Við vitum að þessi kafli miserfiður eftir verkefnum, en einföld verkefni þar sem nemar að fara í starfsþjálfun í öðru landi geta haft heilmikil áhrif og hafa örugglega áhrif fyrir viðkomandi einstakling og hans vinnustað og samvinnan sem á sér stað milli aðila við skipuleggja framkvæma verkefnin skiptir máli. Einnig lögð áhersla á það að upplýsingum niðurstöðu verkefna sé miðlað áfram til annarra aðila en þeirra sem taka þátt í því. Núna ótrúlega margar leiðir til að kynna og mikilvægt að þáttakendur taki sjálfir þátt í að kynna við niðurstöðurnar og verkefnin innan skólans og jafnvel utan hans. Nú einnig þarf að hugsa það hvernig menn ætli að meta niðurstöðu verkefnisins að því loknu. Þannig að í lok þessa kafla spurt hvað ætli þeir gera til þess að meta hvort og þá hversu vel verkefni hefur náð markmiðum sínum og árangur þess. Það skiptir máli að leggja upp með það strax í byrjun að hafa markmið árangur og skýra hér hvernig menn ætla að sinna þessu starfi. Kafli J fjárhagshlutin eða budgetið. Leið og þið færið inn upplýsingar verkefni eða activities hér að framan, þá reiknast fjárhagshlutin að mestu hér. Þið sjáið að hér langmest gráa reiti, en í þá getum við ekki skrifað og þeim getum við ekki breytt. Nokkri reitir með rauðum ramma og þar hægt að breyta, þannig að það hægt að óska eftir fjármagni
fyrir færri aðila en þið innifeli í verkefninu. Það er ekki hægt að fjölga hér. Meginreglan hér er því að breyta ekki. Það er væntanlega ekki oft sem ekki á að sækja fjármagn fyrir þáttakendur sem skráður eru í töflunum fyrir ofan. Leið og við förum yfir þennan hluta ætla ég aðeins að fjalla styrkveitingarnar og möguleika hvers liðs. Núna eru styrkirnir í langflestum tilfellum veittir sem einingar og ekki samkvæmt raunkostnaði. Athugið einnig að allar upplýsingar styrkupphæðir eru á blaðsíðu 56-59 í Erasmus Plus handbókinni. Fyrst er það taflan sem snýr að travel eða ferðakostnaði, ferðastyrk. Sjáum að hér koma upp allar þær ferðir sem settum inn í töflurnar hérna áðan. Hérna eru mismunandi distance band, eða mislangt sem verið að ferðast. Hér kemur fjöldi þeirra þáttakenda sem ætla að fara í hverja tegunda ferðum og styrkupphæðin fyrir hvern þáttakenda og síðan heildarupphæð fyrir styrk sem snýr að ferðalögum kemur svo hér. En eins og sagt var áðan, þá eru styrkupphæðir misháar eftir því hversu langt ferðast. En þessar upphæðir sem koma hérna inn, þær koma inn sjálfkrafa eftir að þið völduð fjarlæðirnar þegar við fórum og byggum til ferðirnar hérna áðan. Næsta tafla er individual support eða uppihaldstyrkur. En uppihaldstyrk eða styrkupphæðirnar, þær eru misháar eftir löndum og dvalarlengd. Við sjáum hérna eftir flokkum og löndum, hér kemur hversu lengi hver ætlar að dvelja og síðan hvort að það séu hérna hversu margir þáttakendur eru og þá kemur reiknast upphæðin hér. Nú ef að það eru einhverjir fylgdarmenn, sóttum fyrir einhverja fylgdarmenn í umsókninni, svo hér höfum við sóttum fyrir einn fylgdarmenn í einni ferð og þá kemur reiknast styrkurinn hans hér og síðan þá safnast þetta saman hérna allt saman í heildar styrk fyrir hverja línu. Organizational support köllum við umsýslustyrk, en umsýslustyrkur er sá styrkur sem umsækjandinn, það er skólinn eða stofnunin, fær fyrir það að halda utan verkefnið. Þetta eru 350 € fyrir hvern þáttakanda og upphæðin hún kemur sjálfkrafa inn hér í umsókninni og miðast við þann fjölda sem búið er að sækja hérna fyrir framan. Hér sjáum við að það eru 13 sem eru sótt og þá hefur reiknast heildar upphæðin hér. Og þá erum við komin að töflunni sem snýr að tungumálaundirbúningi. En þið sjáum að það eru tvær töflur hér undir J4, það er annars vegar eitthvað sem heitir assessment og hins vegar course. En nú er það þannig að allir þeir sem dvelja 1 mánuð eða lengur og nota eitt af þeim tungumálum sem nefnd eru hér, þetta er langur listi, enska, franska, ítalska, spænska, þýska og svo framvegis, mikið af stóru tungumálunum, þeir þurfa að taka þátt í tungumálapröfun fyrir og eftir dvölina. Þetta er krafa og er gert rafrænt. Niðurstaða prófana hefur engin áhrif á val þáttakanda en það er verið að meta það hvort dvölin hafi áhrif á tungumálakunnáttu þáttakanda. Þess vegna þurfum við hér í þessum kafla undir assessment að setja inn fjölda þeirra þáttakanda sem að dvelja í 1 mánuð eða meira og það sem aðal tungumálið er eitthvað af öllum þessum sem nefnd eru hér á undan. Í dæminu sem við erum með hér að þá erum að ræða 2 þáttakendur. Síðan er hinn hlutin af töflunni þessi language course. Komið það svo í ljós við pröfunum sem eru í upphafi áður en lagt er af stað í dvölina að tungumálakunnáttan er ekki mjög mikil, að þá er hægt að bjóða viðkomandi upp á það að fá námskeið sem tekið er á vefnum. Þess vegna þurfið þið sem sækið að setja inn líka sama númer eða sama fjölda af þáttakendum hér til þess að geta haft möguleika að bjóða þeim að taka þátt í námskeiði á vefnum í tengslum við dvöl sem er 1 mánuður eða meira. Fyrir þá sem ekki er að nota eitt af þessum tungumálum sem nefnd eru hérna fyrir ofan, ég sjá þennan langa lista, þá er ennþá hægt að sækja 150 € til þess að nota í tungumálaundirbúning. Ef að til kemur þá þurfið að setja upplýsingar það hér, hversu margir það eru, þá kemur upp styrkupphæð fyrir ykkur. Hins vegar verðum við að vilja leggja áherslu á það, þetta er aðeins ef er að ræða dvöl sem er meira en mánuður
og ef aðal tungumálið er eitthvað annað en er á þessum langa lista sem hér kemur fram. Þá erum við komin að töflunni sem heitir Special Needs Support en mögulegt er að sækja styrk fyrir kostnaði vegna fatlaðra einstaklinga. Hér að ræða styrk vegna nauðsynlegs viðbóta kostnaðar vegna ferða þeirra og uppihalds. Hér þarf að áætla raunkostnað og er það undantekning frá reglunni einingastyrkja upphæðir. Athugið að það er nauðsynlegt að sækja þennan styrk til þess að eiga möguleika á því að nota fjármagn verkefnisins til viðbóta styrkveitinga fyrir fatlaða einstaklinga. Síðasti efnislegi kaflinn í umsókninni er svokallað Project Summary eða stutt lýsing verkefnisins. Þið skulu hugsa textan sem sölutexta því hann má nota beint í kynningum og útgáfu og hann er einnig til að sýna fram á mikilvægi verkefnisins. Það er afar mikilvægt að þessi kafli gefi góða yfirsýn, þannig að sá sem les hann skilji vel út á hvað verkefni gengur. Lýsingin þarf að vera hnitmiðuð og skýr og nauðsynlegt er að innifela eftirfarandi atriði. Það er bakgrunn og samhengi verkefnisins. Það eru markmið, fjölda þáttakanda og útskýringu á því hverjir þeir eru, lýsingu ferðar, skipulag og framkvæmd, niðurstöður og áhrif verkefnisins á þáttakendur, hugsanlega langtíma áhrif verkefnisins og svo framvegis. Þeir sem að síðan skrifuðu umsóknina á íslensku, þeir þurfa að skrifa svona yfirlit á ensku hérna fyrir neðan. Þessi tafla sýnir bara yfirlit yfir þáttakendur eða þær stofnanir sem taka þátt í verkefninu. Það er umsækjandan og þá samstarfsaðila sem skráðir eru í upphafskafla umsóknarinnar. Og hér sjáum við yfirlitið yfir styrkin sem er verið að sækja eftir þeim ferðum sem sótt eða ferðaflokkum sem sótt Þið sjáuð að þessi tafla er grá þannig að hér getum við ekki breytt neinu en ef að þið rekið augunni eitthvað sem ykkur finnst skrítið eða eitthvað sem að vanti þá gerið þið breytingarnar í töflunum, activity töflunum hér á undan. Þá fer nú að síga seinni hlutan af þessari umsókn og hér kemur þessi minnislisti eða tékklisti sem er afar mikilvægt fyrir ykkur að lesa yfir, athuga hvort það er nokkuð sem þið eruð að gleyma í umsóknina. Ég vil benda ykkur sérstaklega á þennan punkt sem er hérna Declaration of Honor signed by the legal representative en þið þurfið að hafa þetta skjal undir þetta og láta fylgja, sýnum þetta aðeins hérna betur á eftir. Einnig vil ég vekja athygli ykkur á því að þeir sem ekki eru opinberir aðilar og er að sækja styrk sem er hærri en 60.000 evrur, þeir þurfa að láta fylgja fjárhagsgögn með umsókninni. Hér sjáum þið í raun og veru þetta skjal sem ég nefndi aðeins áðan, það er Declaration of Honor. Þið þurfið að lesa yfir þennan hluta og hér kemur kafli sem þarf að fylla inn og forsvarsmaður stofnunar þarf að undirrita þessa yfirlýsingu eða þetta Declaration of Honor. Við sjáum þennan takka hér sem er við beiðinni að prenta út þennan hluta og það gerið þið og skannið og látið það skjal fylgja með umsókninni. Og síðan er það hér undir O eða annexis sem þið bætið þeim fylgjagögnum sem eiga að fylgja með umsókninni með. Þið bara smellið hérna á aðtakkan og sækið viðkomandi skjöl eins og Declaration of Honor, þau eru eins og ég sagði áðan að láta undirrita, þau eru að skanna skjalið og síðan sækið það hér og látið það fylgja umsókn. Og þá er ekkit eftir nema í rauninni að senda umsóknina og þá er eins gott að vanda sig. Ég vil benda ykkur á þennan takka hérna á validate að áður en þið sendið að smella á validate takkan til að vera alveg vissum það að þessi örugglega búið að fylla inn í alla reyti sem verður að fylla inn í. Og síðan er það hérna submit online og þennan takka smelliði til þess að senda umsóknina. Þegar þið eru búin að senda umsóknina þá kemur fram á þessari síðu staðfesting að þið hafið sendt umsóknina, hvenær hún hafi verið send og þið skuli endilega prenta umsóknina eftir þið hafið sendt hana, þá hafið þið líka þau gögn með. Á forminu, neðst á hverri blaðsíðu, kemur líka eftir að umsóknin hefur verið send. Hér neðst kemur í raun og veru staðfesting það hvenar umsóknin var send inn. Að lokum vil ég þakka ykkur fyrir og óska ykkur góðs gengis.